Doktor fútból sestur á föstudegi í Túborg-10 í Hamraborginni. Það að segja á 4. hæðinni sjálfri með alvöru gest hér í dag. Einn vinsalasti tónlistarmaður landsins Patrik Atlason sem byrjaði nú sem knattspyrnumaður. Við ræðum það nú betur eftir. Patti, velkomin. Hvað ég kallaði? PVT eða hvernig virkar þetta? Ég fíla að kalla mig Patti, mér finnst það svona. Svona þá fyrsta skipt sem ég heyrði þig þá varstu listamaðurinn Patti strákar, sá sem var besta gæðan vinnur og hann vinnur ég kom með svo mant, kallar minn. Það eiginlega auto-vinnir. Það Rodri Limited Edition. Ég er ekkert í mig sko. Hvað ertu með? Herri, ég með 2 Rodri Limited Edition. Jordan Pickford, shit. Og Van Dijk, nei, ég er með Modric. Ég er reynda með Kevin De Bruyne og Bruno Fernandes. Kevin De Bruyne. Strákar, ég vann. Cristiano Ronaldo. Matsatags myndna fæst í Jóterja. Það er svo svekkjandi fyrir Erling Grey Haaland. Hann er byrjað að byggja til búið til eitthvað brand og hann kemst aldrei á neinn stórmót. Bara hvað ömurlegt að vera ekki í svona dóti. Bara skelfilegt, en hann áttur að vera núna hverju einasta stórmót eftir þessu veldi. Sáðu gæinn í Dortmund sem tók Kylian Mbappe. Varstu búin að tjekka hvað hann er? Ryerson þarna. Norsarinn þarna. Norsari. Þeir eru unbelievable góður í sín orsarar. Andri Júl var að tala á Twitter, hann hefur verið að pakka honum saman fyrir nokkrum árum. En allavega þá er Dr. Fútból með Matsatags og fæst í Jóa Úterja. Dr. Fútból auðvitað líka með fitnessport. Ég meina, þú leggur mikið upp úr að vera fit hérna, Patti. Það er partur af þínu tónlistardæmi að vera fit. Sko, þú komst í tísku hjá mér bara ef mannst eftir í brennslunni fyrir löngu síðan og spottar mig í vörklaslaugum flottur skrokkur síðan síðan og það upplifum sóðalan hita þegar Hjörvar peppaði mig í brennslunni þá var ég bara á lagun mig góðu sko. Hann bara sá, en já, þetta er svona þú veist úlfarsbræðinir hafa svolítið svona þú veist, þeir hafa svolítið, þetta er mikilvægt hjá þeim þeir hafa svolítið kent mér þetta, skilur þú verður að vera fitt, það, þú veist, þetta er annars ég veit það ekki, það bara líður ekki vel sko. Ég meina, til dæmis eins og Eurovision núna þú veist, eins og ég væri rosalega til í að sjá þig í Eurovision þá var ég til að sjá þetta stand veit hvað við? Bara bera hann ofan. Þú veist, ekki eitthvað 62 ára kall sem getur sungið rosa vel og heldur lægi. Ég vil miklu meira að fá eitthvað alveg pakka og þú veist, eitthvað sjó í 3 mínútur sko. Þetta snýst alltaf það bara, þú veist að þú sett alltaf að gefa augan eitthvað nýtt og það sé eitthvað í gangi og lalala þetta er sjóið, þetta er ég meina, manstu rappararnir að við voru eða þú veist, ég reynda ekki, ég lítill, ég var gamall en þú veist, eins og 50 Cent, alltaf í standi Nellarinn, Nellarinn komur sér í standi, minn maður með plásturinn kikið í fitnessporti að koma vera fit, náttúrulega Domino's er official pizza Eurovision, bara pantið þetta þarna Dominos.is dokk haugur af tilbúðum, það er bæði heimsend og sótt Dominos verið tímanlega Eurovision byrjar klukkan 7 annað kvöld svo er líka nóga fótbolta meðal annars mannstjónund Arsenal tölum það rétt á eftir við slum fara í tölvutex spurninguna og menn í mann gleðilegt nýtt græjusumar Patti. Já, sömuleiðis. Hvað er svona, ertu græjukall líka? Þú ert græjukall eins og ég, eða ekki? Jú, ég er græjukall, ég er svona mikið svona hátalara og svona, þú veist, fá svona góða hátalara. Þú ert svaðalega hátalara í bílnum, eða ekki? Mikilvægt að það er rosalega 90s sem við gegja hátalara í bílnum, sko. Já, það er samt. En í dag er þetta bara falið í hliðunum, sko. Já. Þetta er ekkert bassabox aftur í, sko. Bassakeila. Ég gerði það samt, sko, ég átti hérna bláa Porschen Taycanin. Þá fór ég bara í bílagræður.is og let install einhverju stöffi sko. Já. Ég varð að gera það. En var ekki allt falið? Jú, að falið eitthvað, þú veist, en hann stóð sér vel gæðin sko, en ég varð bara að vera með góða græður sko. En fyrir ykkur sem er að undirbúa græju sumari þá er alls konar svona litlar svona handtölfur til þess að taka með, til þess að krakkarnir þegi í aftursætinu og það getur að hendi tölvu. Gjör svo vel, hér er switchið, fara og leiktuður í þessu. Það er líka með að segja til einhvers konar bara gamli Donkey Kong og allt þetta er allt saman til inn í tölvuteki. Guys, I got a question for you. Who is the all-time top goal scorers in the Euros, European Championships? Bara hver er number 1? Já, who's number 1? Thomas Muller. 14 mörk, 14 goals. Cristiano Ronaldo. Það er eiginlega svarið við öllum með þetta. Fattaðumlega. Ég ætla að segja, ég er bara svona ég ætla að lefa bondaranum, hann er meiri C7 maður en ég ætla að lefa hann bara að taka þessa. Já, við erum svipaðir, sant? Já, við erum svipaðir.
Við ætlum að powerranka hérna eftir smá stund með Patta. Við powerrankum alltaf í byrjunni. Ég verð að byrja þetta bara í Noregi. Það voru rosalega fréttir þaðan. Heimkaup. Stundum breytist matabóð í partí, þá vantar eitthvað narti, þá ferðið inn á heimkaup.is og lætur senda áfengi beint með voltinu. Óskar Thoroddsen hættur. Já, hann hættur hjá Haugasundi. Hvernig má þetta eiginlega vera? Velta væntanlega áhuga mennum boltan fyrir sér. Ég er búin að heyra í svo mörgum norskum blaðamönnum í morgun að ég er hún hálf ringlar. En málið í hnótskutinu þetta. Það strákur þarna sem heitir Sanjeev Manoharan. Ég held að hann sé Indveri en Dani samt. Og hann bjargar liðinu frá falli í fyrra, eða stýrir þeim í lokin. Hann var svo að stíga til hliðar og vera aðstoðarþjálfari. En svo ég upplifði þetta var eins og hann hafði engan áhuga að vera aðstoðarþjálfari og hann hafði verið að vinna gegn Óskari allan annan tíma sem hann þarna. Og sko og svo þarna einhverjir, þið veitir hvernig þetta bara markmannstjálfari og allur þessi pakki og Óskar upplýsi þannig að hann hafi bara ekki þetta lið með sér í liði. Þetta er nefnilega svolítið hættur þetta að mæta okkur stað með engan með sér. Tekur leikmenn með þér og og þú verður að hafa eitthvað sem getur treyst. Þú veist, þú ert með Gústa B sem umbóðsmann. Algjörlega. Já, en þú veist, ef þú væri bara með eitthvað Magnús Rúnarsson 57 ára sem myndi bara segja að þegja. Já, þú veist, það myndi ekki virka. Ég var næst búin að ráða Rikka G. Já, hann frábær. En þú veist, ég hefði ekki endilega treyst honum. Nei, hann er eitthvað, þú getur treyst mínum, hann algjörlega sko. Ég er að fókast. En allavega. Frábær punktur. Já, en þetta er bara þannig. Ég sendi hérna mynd á Twitter áðan af Jorge Jesus sem tók með sér einhverja 15 Portugali og Brasilíumenn þegar hann mættir Al-Hilal. Óskar mætir þetta einn. Hann mætir einn. Og hann bara sér það strax, það er ekki allir að rói sem átt þetta. Já, þetta er, svo var ég búin að heyra, það var eitthvað kelling á þessum líka. Á Óskari? Nei, á aðstoðarþjálfaranum. Og Óskar var ekki alveg að fíla það og það var svona einhvern veginn. Já, ok. Góð núning. Já, það getur alveg verið. Það er enda rosaðt. En er Óskar þá bara hætta út af þessu? Bara finnur ekki fyrir traustið og vill bara fara? Já. Ég held að það sé svona inn á nutshell og þeir vildu líka fara að spila upp á stíg en hann vil spila upp á stíl. Já. Hann tekur stíl fyrsta árið fram yfir stíg. Það er að segja að láta liðið fara að spila eins og hann vil fara að spila. Haldið þið að Greg Reiter, Arnar Gretarsson þeir mögulega að naga neglur ákvæmt núna? Já, frekar Arnar Gretarsson sko. Nei, hérna, meina Greg Reiter, myndi ég segja. Já. Já, ekki þetta K.R. Þú veist, þetta Greg Reiter var hann ekki svolítið einhvern veginn 50 maður á blaði. Ég hef aldrei einhvern veginn almennilega keypt þetta. En jú, hann mér veist Greg sko, náttúrulega bara, hann byrjaði náttúrulega rosa vel svo hefur þetta aðeins talað, þannig að ég myndi halda að Greg væri mjög stressaður sko. En ég held að það gæti sko droppa valjúið í Óskar að fara í K.R. af því að þú veist, hann getur ekki kennt að spila Óskarsbolta á einhverjum hólóttum K.R.velli sko. Nei, en verður hann ekki flottur eftir 3 ára? Völlurinn? Já, meina það. Nei, þú veist, svo næsta ári byrja bara tímbil og þá er ekki hægt að spila hans fótbolta sko, hann verður eiginlega að vera á plasti ef hann ætlar að vera á Íslandi. Hann getur verið á grasi einhverstaðar út í heimi sko. Já. En þetta voru allavega tíðindi sem að vöktu athygli. Drengir, þetta var stuttur tími. Hafið þið einhvern tíðan verið styttra í vinnu? Hann er núna búin að vera, ég vil segja sko, það byrjar að þjálfa einhvern tíðan rétt eftir ámót. En þú veist, hann stýrði þessu í mánuð í raun og veru. Ég var eins og vinna hjá Æsver. Æsver? Ég náði 2 vikum. Þá til ég vekk símtælum að ég þyrfti alls ekkert að mæta aftur. Ég var 17 eitthvað, ég var að leggja maður lagatum og svona. Sko, Patti, þú alltaf vinni á fjölskyldufyrirtækinu, þannig að það er ekki hægt að reyka þig. Nei, ég hef alltaf vinni á fjölskyldufyrirtæki, en ég tók tímabil, ég held að það verið 10. bekk eða eitthvað. Þá var ég samt búin að vera að vinna hjá AFA frá því ég var 12 sko. En allir strákarnir voru að fara í úlingavinna og svona sætistelpunar og eitthvað og mér fannst ég að missa af. Tók mánuð þar, fekk fyrsta tjekkan og segi, afi, nei, ég ætla að koma aftur til því. Ég bara, tjekkin, hann vinnur alltaf eitthvað stelpu. Já. First you get the money, then you get the power, then you get the women. Já, það er rétt, beint úr Scarface hérna, ég þekki þetta. Sko, ég var mjög stutti á Bíkó í Hafnarfirði. Ég var settur á pípurlagningadeildina og ég veit ekkert sko. Og ég held fyrst að það var djók, þá voru gaurar kannski að koma eitthvað hellinga dóti, ég er að skila þessu hérna, setja eitthvað dót og ég sagði, herru, hvað er að gera? Teldu dóti sem gæinn er að skila og bara, þú veist, ég var eitthvað, þetta er
45 gráðu hné hérna. Þú veist, þetta er bara erfiðasta dót sem að ég bara og aftur að endurgreiðunum með það já, þeir fá þetta endurgreið inn á reikninginu og svona, þetta var bara eitthvað fárandi, ég var stundum bara heilu dagan eitthvað, svo var einn guður sem ætlaði að vera næs um mig, hann sagði, herri Hjórar, ég veit að þetta er ekki alveg fyrir þig, hérna, settu saman bara þetta grill hérna, þá bara eitthvað grill í frumeindum, ég horfði bara á þetta grill, ég sagði, herri, ég er aldrei að fara að koma að þessu og ég lá á jörðinu hérna eitthvað að reyna að setja saman grill. Þá þegar ég sagði bara, hey guys, sorry, þetta voru vörusök, það var svona, kann ekki neitt af þessu dóti. Hvað varstu lengi þarna? Þetta voru samt alveg 3-4 vikur. Já, ok. Já, það er ógeðslega lítið samt, sko, að þú færð mega sjens þarna fyrstu svona 10 dagar. Já, þeir voru eins næsum með þessu hægt var, en þeir áttu þessu fljótlega á því og við komumst að, já, algjöru, bara frábæri samkomulagi að við myndum bara hætta þarna þá og þegar. Þannig er það, en það verður alveg fleiri frekari fréttir af Óskari Hrafni. Ég ætla Það verður geggjað fyrir bestuheldina að fá hana heim. Já, ég verð að hýra í kallinn. Já. Nú verð ég bara make the call og heyra þessi í kallinn. 100%. Algjörlega. Við slum powerranka með dynout.is, panta borð. Ertu komið borð fyrir helgina? Út að borða með þig. Beint inn á dynout.is. Þar getur líka veslað gjafabréf. Patrik Atlason, Pretty Boy Choco ætlaði að vera fótboltamaður sem að áttaði síðan á því að hæfileika sínar lægju í tónlistinni að koma fram. Af því að þú ert búin eiginlega að meika að þú áttir þetta breakthrough sumar í fyrra, þá ætlaði að beða að powerranka 5 gaura í bestu deildinni í fótbolta sem ættu, og þá er ég bara vendur að tala um svona 1-2% því að fæstir ná í gegn, einhverju sem gætu mögulega náði í gegn, sem gætu orðin tónlistar stjörnur. Númer 5. Sko, ég var lág heima yfir þessu í gær. Ok, geðu. Og þú veist, ég vildi ekki koma með bara hvað típiska. Nei. Þú veist, sem allir halda. Já. Þannig að ég ætla að byrja á Birnir Breki í HK. Já. Hann er með stílinn, sko. Hann er svolítið, og þú fyrir Instagram með honum, hann er aðeins svona að posta speklamyndum á sér og hann er með svolítið þetta look, þetta swagger, sko. Hann er Choco. Hann er Choco. Og hann er líka með þetta rauða hár sem er í tísku í dag. Já. Það er bara því miður, ég hef búin að svona, sorry sköllóttu gæðar, en rauðari gæðar eru í tísku okkur núna. Já, ég verð bara að taka það til mín. Það er bara... Þetta er hrikalega leiðilegt að rauðari gæðar séu allt í hennu bara stokkurinn í þeim er eitthvað fáránlega hára okkur núna. Já. Númer 4. Númer 4, þá verð ég að segja Völurinn. Eyþór Völer. Hann til dæmis, ég spottaði hann kynnti mig fyrir þessum æsverjakka, ég sá fyrst Eyþór Völer í þessum æsverjakka sem ég bara, ég verð að fá hann í jakka. Völerinn er mættur í hann. Og þú veist, hann er single núna, hann er á galiðinu mikið, hann borgaði mér ekki fyrir þetta. Nei. En hann fær sjátt. En Völerinn líka, hann var illa skemmtilega þátt sem ég horfði á daginn, að vera að gefa hann bara, hann var á mjög nettu þátt. Þetta er það sem ég myndi segja sniðugur strákur. Númer 3. Herðu, ég vildi fara í eitt svona, þú veist, að ég er náttúrulega 29 ára tæplega þegar ég meikaði, þannig að það er ekkert og seint fyrir menn. Nei, in your 20s, man. Já, hann að ég ætla að segja Arnór Smára. Já. Hann er sexy, sko. Hann er ekkert eðlilega huggulegur. Já, hann er með gott look. Já, þetta er hann getur massífi leikari. Já, algjörlega, eitthvað svona, bara hann, þú veist, hann á heima svolítið í Svíþjóð. Þá þyrfti hann alltaf að leikja mann sem er nýfluttur frá Noregi. Það er eitthvað svona í röddina hans sem að... Já, herðu, ég kom með þetta, þetta er eitthvað sem út á landi, það er morð, afskiptur bær, þegar ekki breyk þeir flytja inn eitt frá Noregi, alveg svona detective, Arnór Smára. Frá Belgíu. Herðu, númer 2. Herðu, ég er búin að fylgjast lengi með þessum og ég finnst mér svona eitthvað smá í honum. Gyrði Rafn. Hann er búin að vera svolítið, þú veist, ég fór að sagði hans líka yfir Instagram hjá mönnum. Það virðist vera svolítið í tísku í dag hjá þessum ungu mönnum að vera bara með eina mynd eða jafnvel enga mynd. Ég skil það ekki neitt, sko. Nei. Gyrði Rafn, hann er að posta vel að ekki bara fótboltamyndunum. Hann er að taka outfitinn og... Já, hann er oft bara leðri og hann er að taka sjensa, sko. Og hann er í standi. Já, og hann er F-fæðingur. Og Gyrðir Hrafn Guðbrandsson, sko, hann er líka í rosalegri vinni, hann er hjá Flóki Capital. Einmitt, hann er líka hendið mitt í þær myndir, í sútinu. Co-owner and head of trading at Flóki Capital. Er það crypto eða? Hvað er hann að gera? Hvað gerir... skiptir ekki á þetta, Flóki Invest
Heyrðu, númer 1. Ég veist þið viti alveg hver nummer 1 ég þarf ekki að segja mér langaði rosalega að hafa hann ekki á listanum ég gata ekki hann fyrir svo rosalega fílur hann AP sko þetta þetta Adam fucking Ægir Pálsson maður með rauðaspjaldið Adam Rauði eins og einhverju kallar einmitt, við erum byrjað núna saman í veislunni alltaf á 50 dögum, hann kom út á státt hluti breynar að hækka sko já, þetta er gæi sem þú veist, þetta er gæi sem hugsar ég myndi segja að þetta var dýrasta varan í bestu deildinni bara út frá, og ég er ekki að djóka ég fór með honum ég var að einhverjum leik þegar hann og Gylfi Sigur saman það voru miklu fleiri að byggja mynd með Adami Páls og sæna einhverja treyjur ég er ekki að, þú veist, þetta er dagsett heldur en Gylfi Sig og þetta er bara staðista brandi í þessari deild og hann er það sem hann er búin að gera fyrir þessa deild og það sem er svona bara eiga róskilið fyrir það það er bara að búa til svona súperstjörnum algjörða, hann er svo skemmtilegast ég held að sé líka þannig að sko fólki krakkar eitthvað smeykar bara við að bögga Gylfan já, það getur Adam er alltaf næs Adam alltaf léttur sko nei, hann er bara miklu stærri Þetta var geðveikt power rank takk kærlega fyrir þetta, við skulum fara í fleiri fréttir Förum yfir fleiri mál með Sony sjónvarpunum Sony auðvitað eini staðurinn sem að tekur upp myndina og færir hana síðan beint inn í sjónvarpið hjá þér 65 tómur, 75 tómur þú verður að fá þig nýtt sjónvarp fyrir EM og EM er bara að byrja eftir einhverja 40 daga já, 35 daga eitthvað cirka það er alltaf mjög stutt í þetta 14. júní Er það ekki 5 vikur ákveðið núna? Jú Það er föstudegi, þessi móti byrjar á föstudeildi Það er vörgulega að tjekkið á Sony sjónvarpunum ég er hérna með Patrik Allarsson eins og Margot hefur komið fram og Patti, þú ætlar á fótboltamaður Pabbi var mjög góður leikmaður super fljótur með náttúrulega þetta iconic look langt á undan Erling Haaland hann var svona eins og píratinn munið þetta, Helgi Hrafn og með það look aðeins myndalegri sant tölvöld, áðurglæsilegir hann með Fabio lookið góður leikmaður þar og ég meina að þú ert auðvitað alveg upp af hérna fótboltamanni þú ætlar að vera leikmaður, hvað klikkaði? Sko þú komin inn á 17 ára í bestu deildinni og þá bara hugsaði á þessi guður að fara að meika já, sko mér fannst alltaf skemmtilega að vera aðeins að kíkja á stelpunar og að jamma sko en ég náttúrulega ég slít crossband þarna 19 ára og já, þá svona þú veist, það er erfitt að meiða svona illa sko, sérstaklega þessum aldri þá svona allt inni að fara og allt inni losna bara einhver rosalega frítími sko þá fer maður svolítið á galeðina sko svo slíti crossband eða svo ristabrotnaði strax aftur eftir það eftir bara búin að vera komið tilbaka í 3-4 mánuði og svo fekk ég stóra breykið og er ég komin hérna fer ég í K.A. Er ég fenginn yfir í Hauka þá er þeir í fyrstu deildinni þá átti ég bara að spila alla leiki bara, þú veist, þú ert bara sendur nummer 1 slít crossband á fyrstu æfingu þannig að, þú veist, meiðsli svolítið sett svo styrkreikningin en ég veit ég hafði aldrei hausinn í það sko sko getur þú nýttir eitthvað sem kannski ég ætla að segja mistök eða bara þú veist, þú ætlaðir kannski aldrei innst inni að meika þessum fótboltamaður þú sagði við fólk að þú ætlaðir að vera leikmaður af því að ég tengi þetta aldrei vel við ég talaði við alla en svo var ég bara að drekka sigra gos allan daginn og bara í snúðum og mótnana og eitthvað svona sko. Maður segir við alla, herri, ég ætla að vera fótboltamaður en þú veist, getur þú nýttir þetta núna í tónlistinni þú veist, nú ætla ég bara að gera allt rétt allt sem ég gerir rámt á hinnustanum 100% hætti náttúrulega að drekka tengi það rosa við það hætti náttúrulega að drekka skilur og þá var maður svona svolítið með hausinn meira skrúðana og bara svona einmitt kannski, þú veist, að vera í fótbolta þetta er ekkert grín, þú veist, bara einn maður sem stjórnar öllu og þú veist, og það hendar mér ekkert rosa vel að það sé eitthvað þjálfari sem ræður, þú veist, ég skilur, ég er kóngurinn í klefanum sko, skulum hafa það á hreinu og þannig kannski myndaði svolítið smá núningur á milli mín og þjálfara, ekki margir þjálfara sem svona sem ég mann eftir sem voru eitthvað mínir menn sko Áttur þú eitthvað svona sérstaklega ekki gott samband við eitthvað þjálfara? Tóti Dan rak mig úr Gróttu eftir eina æfingarferð að því ég var að plata alltaf jammið sko það var svolítið fyndið hann lefði þegar komist upp í fyrstu deild þarna fyrsta sinn og þetta voru allt bara uppaldi Gróttustrákar Ég man eftir þetta 2017 og ég kem svona rétt svona bara í apríl eða eitthvað bara rétt fyrir æfingarferð
og það bara, þú veist og ég tek æfingarferðina með þeim og ég svona fyrst ég svona, þau veit ekki að maður kannski fyrst inn í klefann og svona stór karakter og svona, ok, taka mig alveg sátt fyrst, svo var ég svona að mínum að þetta svolítið svona, orðin svolítið kattinn í klefanum, sko svo bætti ég við ykkur auka jam með hann að síðasta daginn í æfingarferðinni, það var bara 1 jam, skilur svo bara, ekki sparkið Var eitthvað annað þjálfari sem var ekki alveg að dansa með Svo náttúrulega Mílos, það er að tengja það náttúrulega það er svona svipu sorgarsaga að því pabbi er náttúrulega mikill víkingur og hefur alltaf verið og ég var náttúrulega uppalinn í víking og var úr þessum 94 hóp sem unna allt við, þú veist það er ég, Viktor Jónsson Aron Eilir Strandarsson, Davíð Atla við erum allir 94 í víking og unnum þetta sjálfmót og S-mót og Akarnesmótið og allt gallerið bara, þú veist og þetta svona, það var búið að halda okkur svolítið saman og við áttum að fara svona svolítið upp saman í meistaraflokk, svo er allt í Mílos kominn og hann svona gósins og ég áttum ekki alveg samleið, sko og þá var ég búin að vera með meistaraflokki eins og segir, ég kom inn á 17 ára á yngstar í öðrum og búin að vera annað ára mitt í öðrum líka alveg bara með meistara svo Mílos allt í einu komin sem aðstofþjálfari og þá allt í einu átti að senda mig bara niður í annar flokk, sko það var ekki að henda mér, ekki að henda pappa gerðum allt vitlaust og bara, við fórum sér ykkur að leiðina, sko En sko, málið er það er svo margir sem segjast ætlaður fótboltamenn en svo ógeðslega fáið sem ætla þú veist, Áski Sigurvinsson fer 18 ára eitthvað til Belgíu það tölu franska sem hann í standard liðs, held ég og hann fekk 1 símtal á 2 mánaða fresti og hann kunni ekki 1 orð í tungumálinu þú veist, það var ekki á Messenger eða neinu hann þurfti bara að vera 1 og hann þurfti að meika þú veist, þetta þú veist, Heiðar Helgusson það var gaur sem fór út og ætlaði að vera fótboltamaður þú veist, það kemur lest hérna á flegiferð hann myndi fara með ennið í að bara til þess að reyna hvort það geti, vera einhverja líkur á marki eða hvað það segja Ég meina, tökum bara Luigi sem dæmi hafið eigum þetta staðista lag Logi, góðu vinur minn við hafum þetta staðista lag bara ábyggilega bara síðust 10 ára á Íslandi ég ætla bara að leiða mér að segja það og hann giggaði aldrei með mér aldrei hann var bara, hann ætlaði sér að fara út hann kom ekki með mér á þjóðatíð ég bara, herru, þú veist þetta var smá frí í boltanum og það var í banni eða eitthvað hann sagði bara nei ég kem ekki og þú veist, ég respekta það svo rosalega mikið geðveikt, hann er líka hann er að njóta benefits núna og hver er búin að það kemur samt bara maður í mannstað AP er búin að gigga háttar með mér og taka skína heldur hann Logi það er rosalegt en bara, þú veist, hann ætlaði sér bara að fara út og hann gerði það líka en sko, áttari á því þegar þið voru að búa til skína í lögverinu þú og Logi, að þið voru að búa til Anthem of a Generation Ég áttaði mig ekki alveg á því en ég áttaði mig að þetta væri a banger en ég áttaði mig á þessu ég veist ekki að þetta myndi fara að þú veist þetta einhvern veginn gjörsamlega náði öllum sko þetta náði eyrum mín, ég segi að þetta verður að goddamn hit ég segi það þetta mjög oft þetta verður þú voru reyður alltaf kláð í góðan hittara en ekki spurning þannig að Logi, þú veist hann bara það verður rosalega gaman að spila fyrir 30.000 mannsandi í Dalnum það er rosa að spila í Dalnum ég hef gert það Keppi ká verður alla 50 daga svo búið, þú bara herðum á það það er þetta geðveikt það er bara nóg það er miklu meiri nóg en þannig að þú veist það er sumir sem að ætla þetta og í tónlistinu núna ég get alveg tengt þetta við það sem ég er að gera okkur núna þú veist ég ætla að vera númer 1 í þessu einmitt þetta er bara, og maður tekur líka ég veist, það er rosa þetta er svona mjög keppni það er allir saman inn í klefa, þetta er allir vininnir en samt er þetta ekkert vininnir, skilur þú veist, þetta er ég á engan vinn úr fótbolta en það er ekki sigga, en við tengjum það kannski við alls ekkert fótbolta, nei þú veist, þetta er rosa skrítið umhverju og maður tekur þetta og þú veist, maður tekur þetta rosa mikið þú veist, það er sterkan haus við þetta og að díla við tónlistina er bara miklu auðveldara dæmi myndi ég segja heldur en að vera í einhverjum fótbolta þú veist, bara ég var ekki í liðinu ég bara eitthvað, þú veist, kom heim bara og fór bara að grenja, skil þú veist það er bara svo list það er það er samt þannig
að þú sér liðið sem þú tengja eins og við Adam og svona að þú auðveldar að tengja við fólk sem er verið íþróttum eins og þú komin inn að listabransa þú bara mættur að hitta eitthvað lið úr þjóðleikúsinu og það bara ekkit á allt annar í bylgjum lengt ég tengi ekki mikið sko. það er óvægt að segja mér var ekki tekið opnum örmum nei. Í listabransan nei. En ég segi, þú líka komið haters og allt svona sem náttúrulega mikilvægast hluturinn í þessu öllu saman. Elska my haters. Þú gerir það. Það er ljómandi gott, það er nefnilega hluti af þessum bransa en þannig að svo náttúrulega sýst einn líki í fótbolta kannski aðeins að fá að spyrja út í það eftir. Aðeins að fá að spyrja út í það eftir. Það að gefa röddin eitthvað smá breyk því að stóra kvöldið í Eurovision á morgun. Pringles official snack Eurovision. Eins og poppað, þú getur ekki hætt. Ég hringdi að sjálfsögðu í Gunnar Birgisson sem minn maður í Malmö. Gunnar auðvitað var þarna á úrslitakvöldinum ekki undan úrslitakvöldinum þegar að heyra fór ekki áfram. Ég bjallaði í okkar mann og við slum heyra hvað Gunnar Birgisson hafði að segja eftir þetta allt saman. Gunni, þú varst okkar maður á þriðjudagskvöldis bara þessi geggjaði flutningur hjá Heru en allt kom fyrir ekki. Hvað klikkaði samt? Þetta náttúrulega bara orðið svolítið erfitt fyrir okkur litlu þjóðirnar og nú náttúrulega þessi símaatkvæðagreiðsla sem að gildir 100% og þetta var bara eins og ég segi, hún hefði í raun og veru ekki getað gert þetta betur og þetta var eins og þú segir náttúrulega stórkostlegu flutningur en því miður að þá kaus Evrópa á þennan veg og við þurfum að bíta í þetta súra epli en við komum aftur sko, það er bara þannig. Segðu mér frá gæsahúðinni sem hún varst með í Malmö þegar þú fékkst flutningin. Hann var nægur í heima í stofu en hvernig var eiginlega tilfinningin að vera í Malmö og heyra Heru syngja Scared of Heights? Þetta var ólýsanlegt þjórar, ég er búin að vera með króníska gæsahúð síðan að síðan að hún steig á svið og bara að sjá viðtökurnar og þetta skilur við, maður sá bara að þú veist, ég veit það ekki, mögulega með smá einhvern veginn heppni, eins og ég náttúrulega fór yfir á bæði Facebook-síðu minni og Twitter-síðu minni að ef við hefðum verið í riðlunum í gær, ég hugsa við hefðum flogið áfram. Ég hugsa við hefðum flogið áfram hér. En þú veist, allir á göngunum að syngja I'm scared of heights? Já, fell 1,000 times. Já, það allir að humla þetta. Já, og hún er ennþá núna að gefa einandaráritanir og er að syngja, á víð og dreifum bæinn og svona sko. Kekjað maður. Fyrir mér er það í raun og veru stóri sigurinn. Ertu búin að hitta eitthvað nöttara frá einhverju Evrópulandi sem kann öll íslensku lögin og er búin að syngja fyrir það hægt og hljótt eða eitthvað svona? Já, sko, hér er fólk sem að vinnur heimavinnuna sína Hjörvar, það er nú bara þannig. Og maður er búin að fá þetta allt saman, maður er búin að fá nei eða já og maður er búin að fá This is my life og þú veist, og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Þetta er allt hérna, sko, ég á líf. Já, hefur þú sagt þeim að nei eða já sé segment í Dr. Fútból á Íslandi? Nei eða? Já. Hvað segja Eurovision menn þá? Já, þeir náttúrulega þekkja vel til og segja náttúrulega þetta sé náttúrulega rosalega stórt fyrir bæði náttúrulega Hart og Eurovision að þú skulle vera að notast við þetta en það bæði í dag því að þetta er náttúrulega 92. Stóra lagi. Þannig að þetta lifir hansi góðu lífi. Heldur betur, stóra kvöldið er laugardagskvöldið þegar heimurinn nemur staðar en aðeins stund stærsta Eurovision-keppni sögunar. Hvar ert þú? Þú veist, ég er alltaf, ég er þannig, laugardagskvöld, ég vil alltaf sexy keppnur. Í fyrra held ég með Ísrael, í ár held ég með Kýpur. Kýpur, já. Hvar ert þú? Hver er vinna þetta? Ertu ennþá harður á að norsku strákarnir vinna þetta fyrir Svíðana? Nei, þó ég sé afskaplega hrifinn af þeim og þeirra einhvern veginn svona, þeir eru náttúrulega mikill sjarmi yfir þeim að þá held ég að þeir eru ekki séns því miður, því að lagið er gott en sko við sáum náttúrulega í gær óafinnilega flutningi á Frakkan Frakkin var með frábært lag við erum sömuleiðis með 2 úkraínska stelpur sem áttu frábæran flutning á þriðjudaginn en þá sá sem að trónir náttúrulega á toppnum þarna er Baby Lasagna frá Króatíu og næst líklegastir í veðbönkunum núna eru Ísraelarnir sko. Já. Þetta verður algjörlega sturlað kvöld á laugardaginn. Hver kemur stíinn fyrir okkur Íslendinga á laugardaginn? Það var kynnt í gær, það er Friðrik Ómar. Það er frómarinn sjálfur.
Já, það bara þannig og Sá á eftir að blómstra í þessu hlutverki. Já, segðu Wow. Þetta eins og sniðið fyrir hann og viðtökurnar voru góð. Þetta enn eitt sigurinn fyrir Rúnar Frey. Ding, ding, ding. Já, Rúnar hefur átt á nokkra hérna úti, ég get alveg sagt þér það, hann hrókur alls fagnaðar og þvílíkur snillingur. Það mikil ánægja með hann inn á Íslandi meðan hann að gera þess að frábæra hluti hérna í Malmö og sendu góða kveðjur á hópin og sérstaklega Heru okkar, hún var óhrædd við að taka samtalið sem var mikilvægt. Takk hérlega. Takk sömuleiðis, Jóra minn, sjáumst. Það held ég, Gunni okkar, Birgis, ég meina, getur hugsað að taka þátt í þessu? Já. Þetta eitthvað svona bucket list dæmi. Já. Ég ekki nákvæmlega viss hvort það verður á næsta ári. En ég mun gera þetta og teka ykkur báða með. Í bakgræðir. That's a promise. Já, það bara 100%. Þú veist, bakgröð getur ekki eyðilegt lag. Ég get verið bakgröð í skína og ég get ekki eyðilegt þetta lag. Nei. Það áfram að skína. Þú veist, þetta ekkert mál. Þú veist, fá bara einhverja hressagæi bakgræðunar. Já, við erum konur í alvöru stand. Já, það verður að vera. Að bera ofan slaufa. Eitt gamall og einn ungur. Já, geðveikt. Þetta geti slegið í gegn. Það var gaman að heyra í Gunnari Birgisinni, við slum para með fullan fókus á boltan. Doktorfútból, tölum boltan. Meistaradeildin í fótbolta, meistaradeildin í orkudrykkjum. Það að sjálfsögðu Nokko. Já. Hér einhver nýr Nokko. Já. Tjekka á símaðinn aðeins. Ég var að senda þér á Facebook. Þetta nýr Nokko. Nýr Nokko. Það verður hlustunarpartí. Það sem þú farar með Nokko 17. maí. Þú getur fengið að hlusta á alla plötuna mína viku árum kemur út. Geðvikt. Það nýr Nokkoinn. Ætlaði að smakka hann fyrir mig? Já. Ætlaði að smakka hann. PBT 2.0 kemur út eftir 2 vikur. Ok, þessi gæður, veistu hvað minnum á? Hvað? Ég að ferðast aftur í tíman. Þetta minnum á Seltzer í gamla daga. Já. Herru, svo Sprite 7up fylgur. Já. Þetta er geðveikt. Geðveikt. Þannig að Er þetta PBT? Nei, það er PBT 2.0 platan. Þetta er platan og við erum að svona lönsa þessu saman. Ég og Arnar í Nokko erum náttúrulega, hann er mágur minn, Arnar. Já, frábær náungi. Og við erum aðeins að halda smá partí. Þetta er eftir viku. Já, og þú veist, þetta er invite only. Þú ert fyrst á landinu til að fá þetta, sko. Það er ekkert fyrir sem að fá invite í þetta, sko. Nei. Meistaradeild Evrópu, það er einhverju töfrar á Santiago Bernabéu. Það er eitthvað sem gerist sem að fær markmenn til að drulla gjossanlega á sig. Manuel Neuer, traustasti markvörður heims, kannski frá upphafi, myndi einhverju segja. Hann ákvað að drulla á sig á bara örlaga stundu. 1-0 yfir FC Bayern. En 2-1 á einhverjum 5 mínútum undir lokin. Já, það var bara, mér fannst þetta bara svolítið skrifa í skíin að Real Madrid myndi einhvern veginn fara áfram annað, sko. Þeir eru bara búin að gera þetta einhvern veginn undanfarin ár og menna hann tekur Rodrigo út af og setur Joselu inn á. Já. Og ég meina Joselu hendur bara í 2. Já. Það er bara fárlegast bara sem ég veit um. Joselu fyrir leikmaður Stoke City og Newcastle. Sko, það er svo margar, það er svo margt í þessum leik. Það eru auðvitað skiptingar þannig á Bayern. Og hann ákveður að setja Alfonso Davies inn á, hann skorar, kemur með 1-0. Hann ákveður síðan þegar það er ógeðslega mikið eftir því að sko, fólk eru átt að segja uppbótartími í dag og 10 mínútur eða eitthvað sko. Að hann tekur Harry Kane út af, hann tekur Leroy Sané út af og hann tekur Jamal Musiala út af og fer í þessa ultra-defensiva því að hann er svo hrættur við þessa stöðu Vinny Junior á móti Joshua Kimmich. Þarna eftir að hekja að mér hugsa, herðu, ok, bara treystu bara á Guð og lukkuna hann bara og af því að þeir gátu ekki haldið í boltan eftir að hann tekur alltaf þessi leikmenn út af. Verður sérstaklega að hafa Harry Kane líka nú sko. Bara þegar leða kemur 1 þá eru þeir búin að tapa leiknum en bara eru ekki með Kane inn á, eru ekki með Sané inn á, það vantar helling skilur. Já. Og Real voru einhvern veginn alltaf að vera klára þetta bara með momentum sko. Sko, Patrik, Carlo Ancelotti rað sigurvegari og bara einhvern veginn búin að vinna allar stóru 5 deildirnar í Evrópu. Sko, þú veist að hann að vitni Scarface heldur að sé eitthvað extra motivation fyrir svona gauðra að hafa svona töffara að stýra sér 100% að því þú ert með svona ekkert nema töffara Patti, talk to me þú verður að respekta þjálfaran þú veist, ef ég var í Real þá
þá var ég ekkert, þú veist, búin að segja herðu, Carlo, þegið þú, ég kongurinn hérna að því skilur, þú veist, þetta svo mikilvægt í dag að þú veist, þú veist með svo mikið af stórstjörnum þú verður að hafa eitthvað svona karakter þú veist, það örugglega fullt af þjálfurum betur en hann taktíst og whatever en þetta, þú veist, þetta eins og bara að vera með CEO af einhverju fyrirtæki, skilur hann velur sér menn í þá, þú veist, skilur veist, það ekkert nefnilega, ef ég fætti hvað ég menna þetta bara nákvæmlega eins og mér veist fótbolti að vera að hugsa meira svona, sko, bara karaktera í þjálfarasætinu sko hann náttúrulega fór til Bayern á sínum tíma en sko Bayern voru þá ennþá með þetta obsession fyrir Pep Guardiola hann mætti þarna og ætlaði svona aðeins að leyfa mönnum að taka svona frumkvæði sjálfur en bara hjá Pep Guardiola var þetta svona og meðan hann var þarna voru allir ennþá að tala Pep og hann átti aldrei breykan það eru margar svona það mikið þessu greið Harry Kane sáðu Dominos í Bretlandi með nýju Harry Kane pítsuna sína og opnaði kassa og var ekkert í henni það var bara pizzukassan, opnar hann nýja Harry Kane pizza já því að hann á enga titt kallt greið en pældi ég, hann langbæsti leikmaður Bayern tímabili hann búið geðveikur sísónu og það ekki honum að kenna að Leverkusen bara einhvern veginn out of the blue þeir ekki tapa fótbollaleiki í bara einhver sko heilt ár bara 49 leikir, þetta er bara rugl tvö bara einhvern veginn upp úr engu sko já, það er algjör steypa en sko ég held að Tommy Tuchel hefur bara panikasmá sko mættir yfir og bara bjóst engi við að myndi fara áfram og ákveður bara pakk í vörn og svo náttúrulega gerir náður þessi mistök ég meina þetta er náttúrulega ekki fyrsta sinn sem að markminni mistældi að gera mistök á móti Real Madrid og svo líka sko þetta var nefnilega easy þetta var bara svona ekta sem hún setur bara inn í belgin og leggst á þetta en allavega þetta var ótrúlegt kvöld þarna á miðvikudaginn þvílík fagnaðarlæti Joselu með mörkin Vinny Junior gjössanlega sturlaður Vinny Junior hann er eiginlega meira svona á hálefur eiginlega jafnari heldur en til þess eins og Mbappe orðin hann er eiginlega alltaf góður sammála hann er alltaf góður í stórleikum svo er hann þessi svona þú veist gæði, hann er svona þessi rotta og ég elska það þú veist, leikmenn þola hann ekki og það vinnur með hann sko. já, 100% hann er mjög illa liðin líka bara á Spáni já hann er bara að gera allt til að vinna þetta er svona hann er típa alveg vinnir það er einhver mystík yfir þessu Real Madrid lið og þeir eru mættir úrslagin og mæta þar Dortmund og þeir eru náttúrulega algjöru favorites í því öllu saman Dortmund hættu að vera Dortmund og fóru bara að vera agað varnarlið já og bara í meistarliðinni þeir eru ekkert svona búndslíkum sko. alls ekki en ég sko maður er búin að vera vannmeti þetta Dortmundlið alla útsláttukefna sko það má samt eiginlega vera meila að fara að hætta þið sko því að Real vinnur þá Real vinnur þá 100% er það ekki? Hvað er Jadon Sancho góður í Dortmund en ekki United? Það er ekki pressa á hverju varst þú góður í K.A. en ekki í þú veist IR þú veist hvernig það er farið hvíta IR búningi þú ferð bara sér Subway logo þetta framan og þú varst bara það er komið pressa þetta er góð búndur en ég held að Jadon Sancho hafi líka bara rifið sig í gang sko og rúglega bara liðið tölvöld betur enn Dortmund er næstir sko það er bara þannig að þetta verður erfitt fyrir Julian Nagelsmann hann þarf að kingja svolítið stolti núna Mats Hummels og Nico Slottenberg að spila Slottenberg segir að Beck að spila mjög vel við vorum að tala um normennan Julian Ryerson sem mætti Kylian Mbappe bara fáránlegt það var hellað já það er svona þetta er svona old school hérna bakurur sem fer ekki rosa mikið fram með miðju bara svona eins og þú varst að byrja í fótboltanum elska það þá voru bara svona bakurur sem voru bara í vörn ég þoldi ekki svo var, ég elska þetta voru bara, þeir fóru ekkert yfir miðju svo allt innum byrjaði þessu overlap og ég bara herri ég fílaði þetta ekki, verð þú bara í vörn ég nenni ekki að bakka ég vil hafa þetta svona, ég fíl ekki þess að þróa já, þú vildi bara frá einn og kantinu ég nenni ekki koma eitthvað overlap ég nenni ekki að hafa það ég skal sjá mig líka oft alveg svona gauðra sem varst aldrei að fara að gefa ég gaf aldrei overlap, ekki sjens Rægir svona eiginlega þannig gauður líka já, svona þykist þetta að gefa og drefa hann inn þú vart ekki að vera að fá hannur en, já þetta var eiginlega magnað að þeir skildu að hafa haldið þetta út Dortmund og þeir eru mættir þarna aftur í úrslitaleikin eftir öll vombriðin í fyrra eftir að hafa hent frá sér Evróputitlinum já, meina þeir halda PSG 0 mörkum í 2 einvíðum reynda PSG með XG upp á 5 eða eitthvað þannig að lukkan var svolítið mikið í liði með Dortmund það voru 6 stangar að slá skot í einvíðinu
En mér fannst þetta bara nokkuð sanngjarnt. Já, heldur betur. Þetta voru allan að glæsileg niðurstaða fyrir þá og þeir eru bara komnir þarna áfram og alltaf gerast. Kannski aðeins að Evrópudeildinni. Evrópudeildinni fór fram í gær. Þarna var eitthvað nýtt hljóð hjá Dóttarfútbol. Alltaf verið að vinna með eitthvað flott í hljóðmyndinni. Þetta er hér. Það er sem sagt nýja æðið í dag er að taka steinefni út í vatn. Ég veit ekki hver byrjaði á þessu en nún eru með í leiknum N fæst í lyfju, setur bara svona eitt hring ofan í vatn og fær allt steinefni sem þú þarft og margir segja, þeir eru náttúrulega báðir þeir eru hættir að drekka báðir tveir en fyrir þá sem ætli gera sér glaðan dag henda töflu í, leysa þetta upp fyrir djamið og eftir djamið Já, þá ertu þessu nýr bara þessu nýr daginn eftir en þú ert kannski ekki alveg eins og nýr en þú ert skárri Já, þú ert miklu betra en þú ættir að vera Tjekkja þessu, þetta er nún, heitir þetta Evrópudeildin, þar mætast Leverkusen sem neita að tapa í 73. skipti skoruðu þeir á 97. Já, Þetta er fáránlegt bara ótrúlegt dæmi. Ég var einmitt að hugsa með Róma sko. Heyrðu, ef ekki samt að vera bara liðið sem að vera einu sem vinnur á Ég slaka á hérna bara þessi loki Já, í staði fyrir elda að komast áfram Já, aldrei að fara að gera það Þeir mæta Atalanta sem að unnu samfarrandi Marseille 3-0 Já, Marseille hefði bara getað sleppt að mæta til Ítalíu Já Þeir voru bara ekki með í þessu leik sko Nei, og svo í konferensdeildinni þá var þetta Aston Villa sem að toppaði þetta hörmungar ár ensku deildarinnar kannski hefur enska deildin aldrei verið lélegri Ég held ekki 2-0 tap á móti Olympiakos skítöpu fyrirleiknum líka 4-2 þeir mæta í úrslitaleik Fiorentina Olympiakos Fiorentina Já Þetta er ekki alveg af skemmtilegt eins og West Ham Fiorentina eða eitthvað svo Nei, en það er smá svona það er smá sjarmi yfir þessu Olympiakos vinnur Oli Ég held það, með að hvernig þeir eru að spila En ég meina með ennsku deildina, þetta lítur að bara áfællistómur fyrir ennsku deildina hvernig þeim búið að gangi í Evrópukefnum Já, ég held að bara hún hefur aldrei verið svona slök og sér hvað ítalska deildin er að vera sterk núna Þú veist, þetta er ótrúlegt sko Þetta er fljóta að breytast Það er líka, ég ætti ekki að koma neina afsakarum með enska boltan Þetta er bara búin lýrið, það verður að segjast bara alls og er Þannig að við viljum ekki fá Albert í enska boltan, bara vera í ítölsku Bara ítölsku, hann er bara kóngur þar Mér finnst hann líka bara eitthvað svalur í Ítalíu Já, mér líka Hann er ótrúlega vinsæll þarna líka Haldið sé ekki líka bara miklu skemmtilega að búa þar Jú, en þú veist, þú ert bara að reyna þú ert bara í útgerð Það er miklu skemmtilega að veiða við Karabíuhafið en þú veist þú færði þetta allt saman í smugunni sko að Barentshafinu sko það verður svo gaman að vera að veiða þar bara fyrir réttur utan í Bísa en það er ekkert að fá Nei þessi krakkar í dag alltaf að pæli hvað er skemmtilegt það er bara í smuguna og byrja að hann fái nú alveg ágætlega borgarkort sem er á Ítalíu eða Englandi sko ég held að sé ekki svo fyrir utan í Bísa eða Barentshafi sko þessi krakkar í dag anskotin Förum í bestu deildina í fótbolta með Kjarnafæði sem sjáum grillvörurnar við sjáum að fjalla bestu deildina í staðinn það má segja að sé Patrik Atlason bardaginn helgina þar að segja Víkingur FH Já, ekki afskrifa FH Nei. Ég horfði á að spila á móti Vestra Já. Ég var svona, byrju, akkur ætla að tala um þetta FH-lið Já. Það er bara verið með Heimi Guðjónsson annan línni Þeir bara einhvern veginn berjast og bara, þú veist, ég myndi ekki segja að þetta er geggjaða fótbolti, sko en það er ekki gaman að spila við það, þú veist þetta er ekki F-fólið sem Heimi Guðjóns en hann er bara að ná ykkur svona, þú veist þetta er svona það er ykkur samheldni annars, sko Já, klárlega, en ég minna eins og þessi leikur mútið Vestra, þá náttúrulega var hann í einhverju glóruljósu leikjörðu enn í fyrirháleik með Kjartan Kára í left wingback og var 2-1 undir í hálfleik, þá breytti hann bara í fjara manna Ég minna, þau eru með Ísak Atla hana rosa efnilegur strákur vinstri fóta maður, snöggur sonur Atla Einars seti hann bara í vinstri bakgrunn fá Gjónu tröstið sko, mér fannst eins og þetta dæmi hans að setja varamarkmann í markið á móti HK við erum svona svipað eins og að bóka Pretty Boy Choco á Kátadaga á Bíldudal og senda bara Adama í staðinn veistu hvað við? Þannig bara mætti bara með varamarkmann og HK-gina bara heiðbyrðu, þetta er time to cook 100% Þetta verður, ég heldur reyndar að Víkjandi taki þennan leik sko alveg bara nokkuð þægilega Þú held að mæti reyðir til leiks Já, þeir mæta reyðir til leiks Þeir mæta særðir til leiks Fylkir mætir Breiðablik KR og HK mætast á meistarvöllum Valur KA Spurning hvort að KA-menn mæti bara með seðlana beint til að gretast Þeir eru náttúrulega í
dómsmáli þessa mundir Já. og kannski mæta bara með þetta get the bag ég sé alltaf, bring the bag og í kvöld Stjarnan Fram gott að fá svona leik á föstudagskvöldi ég ætla að fá Pretty Boy Choco til að tippa á hann leik þetta hérna að sjálfsögðu tippu á íslenskan fótbolta tippa á þetta þú ætlar að segja mér hverju vinna hvaða leik Stjarnan Fram 1-1 1-1 IA Vestri Ekki afskrifa Davís Mára 3-0 Vestri Já. Valur Káa Býtu, Adam í banni Adam Eir Pálsson, red card í banni Það Greta sér banni líka Jafntefli Jafntefli Hvernig jafntefli? 0-0 0-0 Já. Einmitt, Gylfi komin í þetta en ekki 0-0 Góður K.R. HK Bara HK, þú ert með leif hana og þú veist, hann tekur alltaf nokkra leiki að koma sér í gang þið sáu bara síðasta leik, nú er hann komin í gang vatn á leiðinni, allt í gangi 2-0 HK Þetta veisla, það væri sturlað Víkingur FH Já, ég verði að segja Víkingur vinnur þetta Víkingur vinnur þetta 2-0 Já. Og Fylkir Breiðablik Sjöfull finnst mér Breiðablik og hann eitthvað boring og eitthvað, ég veit ekki þetta eitthvað svona, þetta voru svo feskir og ungi gæja eitthvað jippi-kóla allt í gangi hana, núna þetta bara svo, þú veist hvað gamalt káerlið sko ég veit ekki alveg ég er ekki að fíla þess að þróun en Fylkir er orra að spila, nei Breiðablik tekur þetta 1-0 Já, Breiðablik tekur þetta 1-0 segir Pretty Boy Choco það því voru að tala sko ef að ég væri Patrik Pedersen og myndi ekki skora 25 mörk í 27 leikjum með Gylfa fyrir aftan mig þá myndi ég segja, herri, takkaskotnum mínir ég er hættur setið bara hættur í fótbolta ég meina, sko, þegar Gylfi einhverstað nála það er ótrúlustu menn sem geta skorað Já. Þú veist, Dominic Calvert-Lewin var einhver svona marka vél hann hafði að joggandi fyrir aftur Richarlison Gylfi bjóð til hans feril á vissan hátt Herðu, ég var að horfa á örgulega sama vídeo og þú daginn Já. bara 10 mínúna highlights-vídeó af Gylfa hjá Everton Já. hann var bara eins og besti leikmaður í heimi Já, Fernando Llorente fór að skora þessu titlingur og fekk Tottenham allt saman honum að þakka Ótrúlegt Pældi að Gylfi hefði verið aðeins meira bara svona Conor McGregor eitthvað bara svona smá, bara svona eitthvað Víva kjaft og þú veist, hann hefði alltaf fengið eitthvað starra move bara, það er bara, þú veist, þetta er peningar í þessu spili, þetta er commercial game þú verður að hafa þetta líka Já, heldur betur en þá nærður lengra ég held að hann sé sofandi með einhverja 6-7 hjarta undir kottanum, þannig að við þurfum ekki að hafa neina stórkostlegar áhyggjur Nei, við höfum ekki áhyggjur skilur en bara svona, þú veist, fræðin og framin líka Já, algjörlega Þú veist, það er gaman líka Heldur betur, ég er sammálaður algjörlega sammálaður Siggi, vegabrifið þetta er frammi N1 vegabrifið, já N1 N1 Geðveikt. Ég er reyndar mjög spenntur bara safnaðu stimplunum, taktu þá bræður með þér Já. þetta er fjölskyldan í þessu, þetta er badvæni stimplar og allt að gera, tjekka á þessu inn á næstu N1 stöð eða N1.is Mér langar aðeins að ræða konurnar í bestu deildinni því að Patti þú tengist kvennadeildinni bestu deildinni heldur betur nú á þessa mundir sko, ég ætla bara að segja hlutin alveg svo þeir eru ég heyri alveg þú talar Víking núna og þetta er ekki alveg sáttu við þá Nei, ég er ekki sáttu við þá eins og ég koma á hann, þú veist mér var kastað eins og hverjan er kúkablegi hana og við erum ekkert að fara nánar út í það en skilju og svo er búið að byggja upp þetta samband aftur því eins og þessi pabbi er mikill víkingur hann er, þú veist ljónharður ég bjó í Hafnarfirði og spilaði með Víking skilju og svo náða þær að byggja aftur þetta samband og Nadja er komin í Víking og er búin að er svolítið andlit þú veist, hvenna boltan þannig og þú veist hún er á 4. árinu sínu þannig
og það bara komin svona smá bara kergja á milli hennar og þjálfarans þetta bara eitt þjálfari, það Saga Víkings 100 og eitthvað ára gömul ég veit að það svona kannski sem hver líka svolítið í töðunar á okkur að þú veist, þetta bara eitt þjálfari skilur okkur finnst Nadia bara að vera stærri en félagi skilur já, eðlilega en þú veist, það kannski, við erum kannski smá delulu, ég veit það ekki en þú veist, já, þetta bara svona smá leiðinda saga því, þú veist, þetta var óður sem ekki eitt þarna aftur, skilur, ég var, þú veist en ég veit ekki hvað, vil ég fara eitthvað nána út í þetta svona þetta bara, svona bara fótboltinn það ekki þetta að skrifa handrið, það aldrei erfitt að fara í burtu en hún fór í miklu betra lið, hún fór í besta lið á Íslandi og þakka heldur betur tröstið í gær þegar liðið vann Keflavík 2-1 og skoraði hún sigurmarkið í þessum leik með Marka Nef Hvað gerði hún til þess að meika það sem að þú gæst ekki? Nadia hefur aldrei drukkið Nei og ég veit, þetta bara ef ég ætti að mæla með einhverju fyrir unga fótboltamenn í dag, þá bara, þú veist, geymið þetta bull sammála því þetta svona aðalega, en hún svona hún vildi alltaf meira þóknast pappa, ég vildi alltaf meira þóknast mömmu mamma var með mér í söngskólanum þú veist, ég held að það sé svona aðalega atrið, en hún er bara hausinn, þetta hausinn hún er sterkari haus en þú miklu sterkari haus En allavega gaman fyrir hann að skora þetta sigurmarkið og þetta heldur Valskonum þægilega á toppnum. Ég held að Fanndís Friðriksdóttir hafi átt afmæli í gær og setti þarna eitt kvikindi á afmælinu sínu. FH vinnur Þrótt gengur illa hjá þínum manni, Óla Kristjáns. Þetta er brusur. Já, þetta er búið að vera erfið byrjun hjá þeim, en bara geðveikt skemmtilegt markið þarna hjá henni. Ég man ekki alveg hvernig að bera þetta nafn fram hjá henni Wesley Brooks sem skoraði fyrir FH. En FH-stelpunar líta bara vel út eins og ég hafa búin að segja fyrir mót, þannig að það er verið en top 3 held ég. Það líta mjög vel út. Þetta verður áhugavert og Tindastóll vinnur Fylki 3-0 og Auðun Blöndal heldur betur að byrja þetta skemmtilega þarna og Tindastóll í 4. sæti. Blöðarinn og stelpunar hans gera þetta með krafti og Breiðablik jarðar Stjörnuna 5-1. Þannig að þetta er farið á flegi ferð hjá þeim. Þetta verður Valur Breiðablik FH held ég. Já FH Nei, ég er að segja það. Það eru með geggjalið, ég var búin að hóta þessu. Þú þekkir þetta betur en ég. Þú þekkir þetta betur en ég. Við erum aðeins að fara í fyrstu deild. Því að í lengjudeildinni heldur betur og með lengjudeildinni þá er það Hugo Boss nýji ilmurinn þar sem að Phil Foden er framan á. Ég ætla að minna þá sem er að fara til Perú, Moldavíu og til Kazakstan að það er búið banna nýja Boss-ilminn þar. Lyktin er það góð að fólk á öllu kynju meira afklæða sig og eitthvað svona. Þannig að kannski bara fólk fylgist með hvað er búið að banna þennan ilm. Þannig að fara ekki með hann þangað. Fara ekki með hann á þessa staði. Þetta er ilmar ótrúlega. Hvað var þetta? Perú, Moldavia og Kazakstan. Finnst þetta að segja þetta að því Siggi kom undan mér hérna og þetta er náttúrulega på 4. hæðina. Og ég tek alltaf stigan. Ég líka. Labbaði stigan. Hugo Boss lyktin hún var svo sterk og góð hún var bara eftir allan ég veit ángaði úr sér þetta er geðvikt Dóttar fútból förum yfir lengjudeildina þar sem að Þórsar unnu Aftureldingu í svakalegum leikir 10-2 Þetta var rosalega leikur sem að Afturelding byrja tölur betur að skora þarna 2 fín mörk áður en að Birkir Heimir skora bara 1 mark tímabilsins geðvikt markur augsmyndu og Afturelding betri aðlinni fyriráli svo er það bara óöfnir, fá rautt spjaldan á sig og kannski eru Aftureldingamenn búin að átta sig að því ég sá það í æfingarferðinni og þú veist þetta lítur allt vel út með Aftureldingu, ég er ennþá mjög bjartsýnn fyrir þeirra hönd það er betra að enda móti vel heldur en að byrja það vel algjörlega, bara eins og ég gerði fyrra og byrjaði bara í lofvel ef það er hægt að segja það þannig að ég held að þeir þurfa ekkert að stressa svo mikið menn að framist það var alveg góð sko 2 rauð samt, það er vont Já, sérstaklega að fá þetta seinna rauða það er Óli og Bjerrum eiginlega þeirra besti maður sko, það er mjög slemt sko, ég er ekki Keflavík í næsta leik úti það er ansi vont sko komast ekki upp núna ef við komast ekki upp núna, þá ég veit ekki maður er samt búin að setja lengi sko ég veit ekki, þetta er hún hefur að langt sen lengt heldur en jafn sterk og hún er í ár sko ég veit það nú ekki maður er búin að heyra þetta alltaf deildir hann svagast Njarðvík vinnur Hörsnafur Jónsson og lærisveinn hans í Dalvík Reyni það var eitthvað ævintýralegt dómaradæmi sem gerist þarvist Njarðvík skora 2-0 fagna, allir mætt fyrir aftan miði bara býða til að taka miðina
svo kemur bara, eru dómarinn eitthvað að tala saman og dæmi bara markið af. Já, engin veit á hverju. Það veit enginn af hverju. Heyrðu, voruð búin að heyra dæminu sem gerist hjá KH í gær? Nei. Heyrðu, KH að spila við Ími í gær og þar byrja bara leikurinn eins og gengur að gerist. Hvort er þetta í þriðju eða fjórðu? Þetta er í fjórðu deild. Já. Og þá bara línuvörður sem bara eitthvað flagga, eitthvað bara alls konar bull eitthvað í gangi og bara dómarinn bara það gæin hann á línu, það eitthvað mjög furðulegt í gangi sem enda bara með því að hann bara stoppar leikinn og það hringdur inn annar aðstofdómari því að Gaurin var vist bara eitthvað flagga bara eitthvað, þú veist, hann bara var hann bara að dansa bara eitthvað bara, þú veist, eins og eitthvað bara út á flugvelli eða eitthvað bara svona já, býtu nei, þú veist, ég var alltaf verið að senda mér eitthvað myndir af þessu í gær, sko og sem sagt, já, það er bara skiptum línuvörð þarna því að dómarinn sem var Ásgeir Viktorsson, hann vildi bara ekki halda áfram með þetta. Fór hann bara skipting bara og þetta var eitthvað bara, vissi enginn hvað var í gangi þarna. Byggtu til þetta magnað, ég hef aldrei hirtið þetta áður. Nei, ég fekk svona, þú veist, ég nefndi bara ekki tvangun KH-mann til að ræða þetta því að þeir voru svo reiðir, sko þegar mér var svo viðbjóðslega fyndið ég nenni ekki verið að fá einhvern reiðan gæja á fjórðudeildinni á öskrifin einhverju, sko Nei, það má ekki. Þú veist, ef maður í fjórðudeildinni þá verður maður líka á húmor fyrir þessu. Já, það svolítið hann, sko. En það reynda rosalegt hvað maður getur að reiður þegar maður að spila í fjórðudeildinni. Þú veist, maður að spila bara við krakkan sinni út á palli og maður reiður, sko. Já, það reynda ágætt. Þannig að ég tengi alveg við þess að reiði hjá það mér finnst bara ekki heim í doktorfútból einhver gaur reiður í fjórðudeildinni eitthvað hvart yfir línuverði, sko. Hvenær var hann tekinn út af? Eða þú veist, hvenær? Þetta er svona eftir einhvern hálftíma, þú veist, ég var bara Já, var þetta alveg hálftími? Já, þetta var bara, og þetta var eitthvað bull bara. Maður verður þetta lítið einn bara, maður spila í fjórðudeildinni, dómarinn skýta á sig og maður svona, og þú ert eitthvað að sitja út á hann og svona, ok, en af hverju er ég í fjórðudeildinni? Já, þess vegna verður ekstra reiður. Já. Þú verður alveg ekstra trilltur, sko. Everything happens for a reason. Þetta svolítið hann, sko. But everything happens for a reason. Er þetta Limp Bizkit? Ég veit ekki. Ég bara þekki ekki, en ég ætla bara að segja já. Já, þú ætlar að segja já við því. Herri, ég held að við séum bara kláraðir hér að komur í seinni hálfleikinn hjá Dr. Fútból þessar fréttir frá Noregi. Það komið doktornum algjörlega á óvart í byrjun dags. Ég skal viðurkenna það. Það komið bara öllum á óvart, held ég. Já, við erum svona aðeins að ná andarum eftir það. Þetta gerist eldsnemma í morgun. Óskar Hrafn Þorvaldsson hættur sem þjálfari Haugasund. Ég minni á hann frábæra gjafaleik Dr. Fútból og flísabúðurinnar þar sem við gefum 500 króna inneign frá flísabúðinu og aðstúfum þig við að gera draumaherbergi að veruleika. Þú fylgir flísabúðinni á Facebook, setur like og taggar við auglýsinguna þar sem þú vilt að eignist nýtt baðherbergi. Vaði í þetta, komið 666, ég ætla að fara að deila þessu út allt 666 og þú veist, let's do it. Ég væri til að vinna þetta, fá einhverja Versace flísar en að bað. Já, þú þarft Versace flísar. Ef einhver þarf Versace flísar, fara á Hótel Keflavík, það er rosalegt, það er metnaður þar. Það er eitt flott stóð til land. Heimi á Víking Heiðar er bara Versace veggfóður og flísar. Það er geðveikt að fara á hann. Er það ekki? Það er kongurinn. Þetta er bara Scarface 2024. Já, þetta er eitthvað þannig stöð. Tjekkja flísabúðinni, Dr. Fútból að bíða eftir leik Manchester United og Arsenal. Manchester United auðvitað kveiktu í öllum vonum Liverpool á þessu tímabili þegar Erik ten Hag mætti með, bara með vel drillað lið í þessu tveim leikjum mútið Liverpool og hendið einhverju tveimur dollum í ruslið. Þar hann að fara að henda Premier League dollunni í ruslið fyrir Arteta eða Arsenal að fara að vinna á sunnudaginn? Hvað segir Sigurður Bond? Ég sé alveg jafntefli í kortunum hann ef við fáum Lisandro Martínez inn. Já. Og meðan Willi Kampvala, er hann ekki alveg mögulega líklegur í þetta? Já, einhverju að tala líka Rafael Varane. Já, ef að Varane og Lisandro þá held ég að Manchester United getur bara unnenleik. Þegar Manchester United móti Arsenal Old Trafford, þeir eru different animal þar, sko. Einhver allt önnur skepna. Ég meina, Patti, þú ert svolítið different breed af fótboltaáhugamanni. Þú hefur miklu meira gaman þessu íslenska heldur en því sem gerist í Englandi. Já, miklu meira. Ég tengi bara meira við það. Svona, þú veist, aðeins svona geta, þú veist, þekkt mann og annan, skilur. Geta aðeins æst í liðinu. Já. En þú ert bara ekki djúpur í ensku boltanum. Það er bara svona. Nei, ég held með United, sko. En ég svona fylgist aðeins með, mér finnst alltaf gaman. Ég hef mjög gaman að því núna að sjá Arsenal tapa. Það eru mjög margir svona harðir Arsenal-menn. Í kringu þig? Já, ég veit ekki, mér finnst það svolítið bara mikið svolítið svona harðir Arsenal-menn. Já, en allt í einu. Allt í einu vaknaðir. Já, allt í einu vaknaðir og
Vorrin, alltaf brjála sem gaman að sjá, hann getur bara að fara að gráta þegar Arsenal tapa. Já, en það Arsenal hefur náttúrulega tapað lítið undanfarið en það, við getum séð það á sundaginn. Þetta verður áhugavert, heldur betur. Ég heldur þetta Arsenal vinnandi, þeir eru bara góðir þessar mundir. Manchester City mætir Fulham á útivelli í fyrramálið, þar að segja í 11:30, við köllum þetta bara í fyrramálið. Þeir Fulham menn svona voru að reyna að brjóta upp æfingar í vikunum, voru að fljúga flugdrekum. Já. Hefur þú farið eitthvað skrítið teambonding sem fótboltamaður? Eða bara þetta klassíska? Veist hvað ég farið oft í keilu með fótboltaliðinu mínu? Ég hef tekið fleiri keiluleiki í fótbolta, eða þú veist við fótboltaliðinu mín heldur en skemmtara sem ég gert voru hestarnir. Já, það. Valur og Breiðablik, það var hefð á báðum stöðum að fara á Hestbakk, Laxnesi, það er geðvikt. Já, ok. Það er stemming sko. Já, mannst eftir einhverju skemmtilegu teambondingi? Fá sér í glas? Já, svona ekkert, þú veist, allir búin að fara í karaoke. Já. Það er það típiskasta sko. Já. En ekkert eitthvað svona spes sem ég man eftir sko. Nei. En allavega, fúlamenn fóru og flugdrekum. Það er allir heilir á Manchester City, er þetta ekki bara City eða? Jú. En þetta verður ekkert, ég held að þetta verður ekkert eitthvað 5-0, eða bara svona, það er 0-2. Það er 11-30 leikur, það er aldrei einhver veislu leikir. Nei, það er einhvern veginn bara leikir, sko. Já, þetta eru trikki leikir. Sko, í fallbaráttunni Tottenham og mætti Burnley, ekki Tottenham? Jú. Já. Annars er þetta frekar svona, þú veist, Luton, getur einhver bjargað Luton, þeir hafa ekkert getað að undanförna eftir að vera mjög feskir svona í byrjun tímabilsins. Þá hefur þetta heldur betur einhvern veginn fjarað út hjá þeim blessuðum og það var að hóra að sjá hvernig þeim vegnar helgin. Hver eiga Luton áttur? Luton eiga West Ham úti. West Ham er eiginlega hættir. Já, West Ham er eiginlega hættir, geta lunnið það sko. En Nottingham, hver eiga þeir? Nottingham fórust á Chelsea. Já, ég meina Luton gæti alveg jafna á stigum fyrir lokaumferðina. Já. Það er alveg möguleiki sko. Heldur betur. Herru, við slum enda þetta hérna, við erum konar að loka hnikkin Winners and Losers vikunar og nú er ég ekki eins og búin að undirbúkur þannig ég vil að þið bara svona hugsi hvað poppar upp í hausinu á okkur Einar Á eru vinnirar í þessu öllu saman Við verðum að setja Hóselú er svo sannlega hann er eiginlega bara vinnir vikunar Já Mari Jersk og Mari Jersk, já, wow. Við verðum eiginlega að setja þær Já. Sko Mari Jersk var að vinna í hérna sem húsvörður í hérna kórnum Manni, sko, ég áttaði mig ekki að þarna var einhver ofur íþróttamaður á ferðinni, sko og þessar reykingar þarna, þetta er ekki eitthvað íkt í einhverjum þáttum eða eitthvað svona Nei Þú veist, ef hún var ekki út í síkó fyrir utan kórin, þá var maður bara, hvað er hún í dag, sko? Það er rosalegt Já. En hún hættar ekki Hún hætt? Þess að náðu hún þessum auka hringum, eða ekki? Ok Jú, ég held að Þess að hættar ekki, þá náðu hún einhverjum 11 auka hringum Hún er rosaleg, maður Ég er að sammála og hún er algjör vinnir Eigum við fleiri vinnir? Ég ætla kannski tilenga Maríu Sigrúnu á RÚV Já fyrir magnaðum fjöllun málunni Reykjavíkurborgar Ég myndi segja Kendrick Lamar Er það að fylgjast með þessu? Já, versus Drake Já, hann er svolítið að vinna Hann er að pakka hún saman, ekki? Ég er Drake maður samt en bara í þessu bífi er hann að Kendrick vinna er miklu nettari Nei, Jú ég er ekki þar sko Já, sko, það sem að eyðileggur dálítið Drake fyrir mér er að hann er Kanadamaður Já. Það er svolítið soft En þeir eru stæðsir í dag þú veist, þetta er Justin Bieber, The Weeknd og hann Já, en ég er alltaf Þetta er til í að allt fara í bíf við eitthvað Kanadamann Já, Ég er ekki hræddur við það, Nei, sko. það er mjög vel sko Þú veist, þá fæti ég bara með hverfið mitt þarna, og mæti þessum Kanadamenn Það er bara, við hef aldrei verið rólegir á æfum Flýg bara ángað í rólegir Það er líka allt í tómi volli þar í Kanada Já, ef við tölum lúsera ég meina, ég er rosalega result-drifin Já Ég verð að henda heruð ángæðin Já bara hafa ekki farið áfram þú veist, mér stundlega að gera því að Hera er eina af mínum betri vinkonum en ég verð bara að setja hann að þeim því að hún fór ekki að áfram bara 100% ég ætla að setja vinner Óskar Rafn Þórhallsson fyrir að standa með sjálfum sér af því að starta upp fyrir sjálfum þér Mist hart að hætta bara hætta, labba í burtu ef þetta er ekki eins og þú vilt annar vinner bara er Eysteinn sem að Eysteinn Pétur Lárusson Eysteinn Pétur Lárusson sem er nýr framkvæmdastjóri knattspyrnusambandsins Já, til hamingju með það innilega eigið einhverja fleiri Ég nefnilega bara við erum búin að fara inn á það en þú veist
AP ekki bara ekki lúsir helgan að fá þetta rauða spjald. Nei, þeir unnu. Veistu hvað, það var mögnuð úttekt á 433.is. Við vitum allra Hörður Snævar Jónsson bindur ekki baka sína sömun hótum og samferðamenn sínir. Hann með greiningu á þessu, hversu illa fjórði dómarinn var stattur og AP hefur líklega ekki sagt neitt. Nei, herri, þeir pöntuður annað guld á hann. Lúser, það eru dómararnir á Íslandi undanfarnar vikur. Já, ég ætla að valda blá. Ég ætla að styðja þá. Þú setur á vinners. Já. Við erum þá bara saman og ósaman. Ég held að Abbi hef ekki sagt nýtt. Nei, hann gerði það ekki. Ég ætla bara hans að styrja hann. Veistu hvað hann sagði? Sko, var hann ekki bara svara? Já, hann sagði haltu kæftu Dóri Árna. Já, Dóri Árna byrjaði að segja startu upp aumingiðin, af því þeir eru búin að negla niður trekk og hann segir haltu kæfti sem við bara, mér finnst það ekkert allt, mér finnst það bara bæðið sem þeir segja. Ég þól ekki þegar þjálfar er að vaði í leikmenn. Við séum Mikael Arteta stundum eitthvað að reyna að æsa upp leikmenn og svona. Dómararnir verða aðeins að skilja mekanisman sko. Já, þetta er smá pyrrandi. Ég náttúrulega horfa á alla leiki með AP og ég var aðeins settan að mætti í hálfleik með 2 hamborgara að lappa upp stegan sko og svo bara sé hann lappa bara mótið mér sko. Ég bara, ert að grínast? Ég var að mæta. Það var smá þreytt sko. Þetta var ansi áhugavert. En AP var mjög góður í þessu byrjáleik. Ég fór yfir leikinn. Já, flottur. Það var hann í honum. Ég fíla svona smá orka. Veist, hann er oft, þú veist það var relentless pressa. Já, hann meðast hann díla vel við þetta sko, en þetta er bara leiðilegt rauðspjald sko. Já, glata. Það er bara svolítið. En hann á að vita betur, þess vegna er ég að segja. Það er hárrétt. Ég ætla að henda hérna Dr. Woodball ætlum að fara í neyða já með I Swear. Því miður getum við ekki sungið I Swear lagið í dag. Nú. Því man ekki alveg hvernig það endaði hjá mér. I Swear. Ég með það. Það sem prísin er fer og ég fer í I swear kaupum úlpur og vettlinga hér í I swear í rigning og snjó í slittu og sól ég vil njóta ásta með þér fæ einó í I swear. Heldur betur. Segur. Já, ég tók þetta á TikTok. Ég sá það einmitt. Og það var stífar æfingar að skilja. Já. Geðveikt. Þetta er gott. Já, þetta var vel gert. Ég vil njóta ásta með þér fæ einó. Því við viljum fá hennan sexy feeling inn í lagið sem var í amerísku útgáfunni. Já. Skil það. Þó þetta sé upprunalega Æsverð-lagið. Eðlilega. En allavega, neyða já, spurningarna með I Swear, er enska deildin orðin topp 8 deild? Nei. Það er hún nú ekki. Kalma. Ronaldo, kalma. Nú, það er mikið spurningum til PPT. Sér PPT eftir að hafa gefið frá sér útskriftarræðuna í Flensborg í hendur sérfræðingsins á sínum tíma? Já, eða þú veist ég gaf hann ekki beint frá mér sko, hann var eiginlega kosinn í það sko. Já, ok. Það satt allt í mér, ég er alltaf, við erum báðir vel athyglisjúkir sko. Já, en hann útskrifaðist en ekki alveg rétt tíma þannig. Nei, ég var á 4,5, hann var að taka þetta ákveðum 7 held ég. Já, hann tók 7 ára prógramið, það er betra prógram. En hætti aldrei, það er að mest að verið við. Það er líka, það er gaman í menntaskóla, ég skil ekki að stytta þetta er gaman sko. Winners never quit and quitters never win. Þess að hann tók 7 ár og endaði með sigurinn í höndunum. Hvað er hann í dag? Já, Sheffin. Maður sjá, í hvaða deild gæti Patrik Allarsson spilað í dag? Í hvaða deild væru í dag að fara út úr? Bestu. Ég kem á vitlausum tíma í fótbolta. Já. Ég ógnað mikið með hraða mínum og krafti. Þegar það sem var í tísku þá var að vera að gera ykkur tricks og eitthvað ég gæti verið á bekknum ég myndi segja í flestum liðin bestildi, kannski ekki bestu bara fá mig inn á, ég djöflast ekki gleyma því þegar Víkingar vera bikarmeistarar hvenær var það, 2019 fyrst ég kem inn á með K.A. í fyrsta leik í umferðinni seta hann á móti Víkingar ekki gleyma það tók þennan, fagnaði ekki ég myndi fagna í dag nei, segi svo ég veit það ég bara veit það Hafsteinn Svanberg spyr er meira kass í tónlistinni en var í boltanum hjá þér? Nei eða já?
Já, óætt að segja það sko. Eitt tímann var ég að monta mig á afa sko, að því, þú veist, það líka svona, þú veist, hvað sé fólk trúi ekki, en ég hef alltaf mikið verið að vinna og var alltaf að vinna. Það smá krefjandi að vinna, þú veist, 8 til 5-6 vinnu og fara svo beint á æfingu. Það bara krefjandi. Já, mjög. Og ég var að monta mig á afa sko, ég þurfti aðeins að fara fyrr að ég var að fara í Njarðvík eitthvað og fekk einhvern samning þar og ég held að það hafi verið 50 skall á mánuði. Já. Þá tók hann bara blaða penna, hvað með miklum tíma í fótbolta? Þú tekur þetta í að keppa, já, nú ertu að fá 500 kall á tíman en það cirka. Akkur hættur ekki bara og kemur og vinnur auka á mér. Þannig að Cassi... Eitt sem ég get satt við hann gamla kallskarf, nei, þetta er maður sem á mikið respekti, en fótboltinn hann fer frá þér. Já. Fótboltinn hann yfirgjöðu, það aldrei hægt að snúa tilbaka. Nei. Hann bara farin ælifu. Þú getur ekki snúa tilbaka í dag. Nei. Skilur hvað við? Nei. Nefnum að fara í tímavel. Nei, ég meina, þú veist, peningar fótboltinn fer. Þetta er bara skemmtilegasta dæmi í heimi og áður hún veist af þá bara ertu reiður heimaður og þetta er bara búið. Það vil enginn fá það á æfingu. Það vil enginn skjóta á þig. Það vil enginn, þú veist, setja fyrirgjafir og beða að fara út í það. Ég meina, þú það veikur, þú með sér bara, þetta er vinnaðin í dag, að tala fótbolta. Já, bara því að maður saknar svo mikið. Þannig að ekki bara sitja heima og velta fyrir hvað fengi greitt á klukkutíma fyrir fótboltan ykkar. Því að þetta er bara eitthvað sem er bara takmarkað tími og svo er þetta bara farið og þetta er farið að eilífu. Algjörlega. Þetta var hádramatísk ræða hjá Dr. Fútból hér og þetta var neyða, já. Þetta er líka svo sterkur skóli, þú veist, þetta er harður skóli að vera í fótbolta og við myndum mæla með því bara að öll börn væri í fótbolta, bara þetta er svo mikil skóli fyrir því. Já, hún fær líka að heyra það í fótbolta sem er svolítið gott. Foreldrar í dag eru svona experience blockers, þeir vil ekki að börni sem lendi inn mótlæti, þannig að þau nánast fara með þeim inn á æfingarnar. Ég er alltaf, þú veist, í dag er það þannig að foreldrar fara inn á grasið. Já. Standa onni í æfingunum. Já, af hverju það? Ég skil það ekki. En það er eiginlega aldrei foreldrar sem voru í fótbolta. Nei. Veist hvað við? Já, það er bara standað inn á grasinu og, og svo fara krakkarnir eitthvað frá einni stöð í aðra. Þá labbar bara með. Jú, labbar bara með. Já, bara labbar bara með. Stöðaþjálfun í gangi. Já, hann er að fara að reykja boltan hérna. Það fara að mæti í það. Shit, hvað maður hefur verið pirraður. Pabbi hefur eitthvað eldamann en eitthvað að fara að reykja boltan. Svona er þetta. Þegar ég var í Breiðablik, þegar ég bætti fyrst í Breiðablik 2005, þá voru nokkru pappar sem mættu æfingar. Já, það? Já. Bara horfa. Já, fylgist með. Okay. Kannski verður maður svona bilaður sjálfur. Já, það er alltaf leið. Það voru alltaf bara tveir hjá okkur. Það var Tóti og Bóbó. Pappa spöta. Tóti var alltaf skipt sér að Bóbó og Póll slagur og það skipt sér ekki að neinu. Mætti bara. Við skulum fara í El Grandi með Pólsen og ég hafði nú samband við Hemma Hem í þessu öllu saman. Ég verði alltaf bara kvíðin þegar þetta fyrir gang. Og ég sá nú hver væri gestur. Þá sagði Hemmi Hem það sem ég fannst ágætt. Hann sagði, er ekki Euro um helgina? Hann kallar Euro sem Euro. Ok, Euro. Já, hann kallar Euro. Byrjaði því 93 eða eitthvað sko. Og bara eina síðan þar frá ykkur eru bara lönd sem hafa unnið Eurovision og Pippi, þú er gestur þannig ég ætla að leyfa þér að byrja. Hvað er það? Að ég ekki byrja bara? Jó. Svíþjóð. Úkraína, já. Rússlana. Jú, Úkraína, þeir hafa unnið ekki. Má ég sjá? Jú, það lítur að vera. Já, ég ætla bara, þeir hafa unnið 3 sinnum hárrétt. Noregur. Já. Alexander Rybak, minn maður. Já, kóngurinn. Mikvam voru mínir uppáhalds frá Noregi. Ég segi Lordi, Finnland. Finnland. Þú segir Finnland, já. Ég ætla að segja Ísrael. Jú. Já, með 4 sigra Ísrael. Ísrael. Þú vil maður illa að sér hana. Ég bara lélur í landafræði líka sko. Hvað er í Evrópu? Herðu, hvað hétt lagið þarna Running Scared með Eli og Nika? Það var 2014 held ég. Hún var að fara að koma með þetta. Slóvakía. Já. Ég var með Ítalíu klára sko. Nei, ég gleymdi Austurríki og Hollandi og
Þú glemdir Rússlandi, Portúgal, Austurríki, Hollandi, Sviss, Spáni. En hvað running scare, það vann ekkert. Mér finnst þið að ég hefði eiginlega að fá varsjónaðan. En þetta er ekki í hug bara hvað er stórt í þetta. Þýskaland er stórt í Evrópu. Frakkland. Jú, en stundum þetta var bara út. Bretland. Hefur Bretlandunni? Já, þeir hafa unnið 5 sinnum sko. Já. 5 sinnum? Já. Þeir eru alltaf í neðsta sett á mínum lífstíma. En sagan eru þetta lengra en minn lífstíma. Munir settu Blue. Já. Það var geðvegt. Já, en England hefur alltaf bara verið í 20. seti. Þeir unnu með Lights Shine a Line Every Corner. Þetta er 97, þetta voru agalega gott lag sko. Já, ég datt bara algjörl út alltaf. Já. En ég sagði við Patta, hann áttur að koma eitthvað Eurovision tengt El Grande. Já, til lásuð heim rétt. Ég var bara með íslensku lögin. Heldur betur. Hefur verið með þau neld. Ég verða að viðurkenna, ég fengi margar lélegar framistöður í El Grande og þetta er ekkert að setja út gesturum var með allt sitt á hreinu. Já. En það er óhætt að segja Þetta var panik. Nei, sko, ég hugsaði bara eitt lag, það var klúður, það er Azerbaijan. Það var klúður. Já, er ekki Slóvakía alveg örglega ekki búin að vinna þetta? Jú, Slóvakía er einn af fáum sem aldrei unnið þetta. Eru þeir eins og það frá? Máli, þetta er lag frá Azerbaijan. Það er bara, þetta var Azerbaijan, Slóveni eða Slóvakía. Næsti bær við, Azerbaijan. Já, þú veist, það er málið. En þú komst ekki eins og með Tyrkina, sko, mínir menn. Okkar menn. Já, ég held að þeir hafa eitthvað hætt og fór eitthvað í fílu og eitthvað. Bóndi allar að fara til Tyrkland svona bara. Já, ég er að fara. En djúvill erum við léleg. Það er að laga nokkra hluti. Djúvill, sko, þú voru að rífa þetta upp í gang fyrir íslenska þjóðina. Pælti þessu, við erum búin að taka þátt síðan 86. Nada. Ég ætla að vinna. Prýri er að fara að vinna þetta. Ég ætla að vinna, sko. Og það er bara þannig og það er svona, verður þetta að vera gert rétt og það verður að koma til mín svona, ég verður að hafa visionið, ég ekki alveg komið með það ég ætla ekki það til Eurovision, skilur við en það er bara, það mun koma til mín á rétt tíma og þá er þetta prótið sem ég er með núna í hendinni þetta er ég tilbúin að vinna en eins og stann núna, það er ekki alveg komið með það það er að hafa the vision en að fara bara með skína Já, það má ekki má ekki En þú máttu vera með skína part 2 Nei, kannski ekki heldur Nei, hafa eitthvað Mér finnst bara að mæta bara með einhverja neglu þarna sko, mitt uppáhalds Eurovision-lag er held ég, þú veist, þegar ég bara hugsa tilbaka það er Gina G Er þetta Eurovision? Eurovision, Gina G just a little bit Hvernig var þetta? Þetta er 90s bylgjan í Bretlandi og svona rauð þær stelpa og þær eru allir í stuttum pilsum Ekta, geðveikt lag Spán, glemduðu Spáni líka? Já, glemdi líka Spáni sko Já, við hefðum bara getað sagt öll löndin Ég var bara panika í landafæð Þú er bara geta verið að hugsa bara með þér hvaða lið voru að spila í Evrópkeppninni Ok, það var hérna Aston Villa, já, Bretland Ok, Gríkirnir Gríkirnir eru pottið búin að vinna þetta Já, þeir eru búin að vinna Já, en gott ég segi Slóvaki Já, hausjá komur bara til Slava Ég held sko, mér veist þess að Silvía Nótt allt konceptið bak við það Já Við vorum aðeins að snemma við það koncept Nei, það var ofpródúsið Já, en skilur, en þú veist, það dæmið, þú svo orkað, skilur, þetta, þú veist, að ég ætla að vinna, skilur, bara, þá kannski, það er rétt þegar, ofpródúserað, en skilur, að það eitthvað meginn svona þannig sé þetta fyrir mér, geta eitthvað meginn þannig, því þú verður líka að vera að negla við tölinn og við ykkur umtölu, þetta er ekki bara lagið, þetta er atriðið lagið, þú veist, þetta, þú veist, byrju, hvað gæði þetta, skilur, hvað er akkur hann, þú veist, hvað? Já. En það verður áhverjast að sjá hvernig þú teklar þetta, hvað sem það verður næsta ár eftir 2 ára eða 3 ára eða 10 ár ekki býð of lengi, ekki þú veist að þegar Böggi Halldórs við sendum hann að segja, hann var búinn sem Eurovision Þetta er 2 tops Þú veist, það væri ekki nema og næðir einhver svona eldgamall, einhver svona Olsen bræðradóti eitthvað, þú og Helgi góu saman eitthvað að taka eitthvað gott lag á gítarinn eða eitthvað Það var einhver henda, þetta er ekki einhver tömyndi þeir, þú veist eitthvað, ég og afi minn það gæti verið eitthvað það gæti verið gott það gæti verið eitthvað, þú og afi eitthvað svona ég er svo fullandi sjálf á mig segja Slóvakíu af hverju myndir ég segja Slóvakíu sko Slóvenía hefur ekki eins og unnið þetta þannig að þú veist það er verið bara eiginlega samt jafn fárlegt svo gleymir þú Serbunum 2007 Mólið 2 kannski eitt af betri lögunum sko. Þannig að Dóttar fútból þakka fyrir sér PPT á geðveikt að fá þig Takk fyrir Patti mér finnst mjög erfitt þegar menn verða þakka allir listamannafnin umtalasti maður í heim í dag ég veit aldrei hvernig ég á að tala hann því, þú veist, P. Diddy Puffy Sean Combs eða hvað sem hann heitir P. Epstein já, hann er einhverju vissinni já, hann er góð vissinni
Já, og svo bara Drake og Kendrick Lamar Já. Allt gerist í hiphop-bransanum í dag Já. Heldur betur Kendrick ásaka Drake að vera léttur Epstein Þetta og svo svarar hann með einhverju og alls konar dóti Já. og PPD að gefa út nýjan plötu í næstu viku með alls konar ásökunum á hins að þessa Já, kalla menn snitch og já. Sneak dissing Sneak dissing Takk fyrir sæl